Teitur, það kom fréttir það núna á dögunum bara bæði fyrir mót og svo aftur núna að þú erir orðað við bæði Göppinginn og Wetzlar. Getur eitthvað sagt okkur það? Já, það alltaf bara samningurinn minn að renna út í sumar hjá Gummersbach og við erum bara að skoða okkur og já, ég ekki búinn að taka neinar ákvarðanir en ég skoða allan áhuga sem kemur, þannig að ég alveg búinn að vera í einhverjum viðræðum við Wetzlar og svona get ég alveg sagt en ég ekki búinn að taka neinar ákvarðanir. En það ekkert svona eitthvað sem ætti að gera svona strax eftir EM, þetta snýst meira það hvað gerist næsta sumar? Það svona mín hugsun, já. Mér líður vel í Gummersbach og ég vil klára sísonu með liðinu mínu en síðan veit maður ekki hvað gerist, það ekkert nelt í þessu eins og staðan í dag þá ég með samning fram á sumar og bara að leita að nýjum samning fyrir næsta tímabil. Göppingen var líka nefnt til sögunar, eitthvað til í því? Já, það alveg búið að koma svona einhverjar spurningar og ég veit að umboðsmaðurinn minn búinn að vera í einhverju samtali við þá sko en ég ekkert sjálfur búinn að tala við þjálfarann eða neitt svona sko. Rúnar Sigurðsson alltaf nýtekinn við Wetzlar, hefur heyrt í honum? Ekki persónulega nei en ég með menn í þessu verki og það svona búið að vera meiri áhugi þaðan. Þetta gerast bara núna, bara ertu upp á herbyggi og nærðu að láta þetta aðeins bíða meðan á EM stendur? Já, náttúrulega, minn fremsti fókus núna í janúar allavega landsliðið sko að bara verður að vera þannig og þess vegna ég náttúrulega með menn í þessu skilur, ég með umboðsmanninn minn og sérni pabbi náttúrulega líka alltaf aðeins að grúskast eitthvað í þessu og ég veit að hann búinn að tala eitthvað við Rúnar sjálfur og en já, eins og þú segir, sko, ég verð aðeins að bakka út úr þessu skilur og náttúrulega en ég verð að hugsa þetta bara á hliðarlínunni meðan ég fókusa á landsliðið og næstu andstæðinga þar. En gerir ráð fyrir að það verður ekki í Gummersbach áfram á næsta tímabili? Eins og ég segi, ég ekki búinn að taka neinar ákvarðanir en ég heldur ekki með samningstilboð eða neitt þannig að ég bara hreinlega veit það ekki skilur, þú veist, ég vildi ekki geta sagt þér að gefa þér eitthvað upplýsingar skilur en það allt í mjög lausu lofti núna og það verður bara komið í ljós á næstu 2-3 mánuðum hvað gerist.